Er hárið illa haldið? Finnst þér hárið orðið þreytt? Garnier Fructis er fyrsta styrkingarsjampóið með virkum ávaxtaoljum. Fructis vítamín og ávaxtaoljuþykni djúpnærir hárið, gerir það 2 sinnum sterkara og gefur svo miklu meiri gljáa. Garnier Fructis styrkingarsjampó. Garnier. Jæja, kallinn. Heyrðu, hver er svona þinn uppáhaldsleikari? Vin Diesel, hann er sko allt töffari. Já, hérna, ég ætlaði nú bara að fá bensín. Já, hann er góður, Já, nú er hlunkurinn stærri enn í gamla daga. Opnaðu augun fyrir frábæru úrvali af flottum fötum í verslunum Hagkaupa. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Námsmaðurinn er undir þeirri stöðugu pressu að standa sig bæði í námi og einkalífi. Ball í kvöld. Nýjung í námi. Skemmtarinn. Til að draga úr álaginu er mikilvægt að nemandinn láti okkur tímaþrykku atriðin. Hún bara fór fyrst alveg. Á meðan hann sinnir náminu í ró og næði. Skemmtarinn sparar tíma, fé og fyrirhöfn. Þú lærir, hann púlar. Sendu skemmtarinn út á lífið og einbyttu þeirra náminu. Við gerum allt fyrir námsmenn. Námsmannaþjónusta Íslandsbanka. Atvið skemmtarinn ekki innifalið. Nú eru Subway-staðirnir orðnir 12, fullir af fersku grænmeti, áleiki og nýbökuðu brauði. Komdu á næsta Subway-stað, við tökum vel á móti þér. Ferskleiki er okkar bragð. Skechers. Skechers. Frelsi í útlöndum er ný þjónusta hjá símanum GSM sem gerir þér kleift að nota frelsisnúmerið þegar þú ferð til útlanda. Þú þarf bara að skrá þig einu sinni og það kostar ekkert. Skráðu þig í verslunum Símans eða á símin.is og vertu í góðu sambandi við vinina heima. Síminn GSM. Gott kvöld, góðu gestir, og verið hjartanlega velkomin í tilraun dagsins hjá Sverri Sverrissyni. Tilraun dagsins er skemmtileg. Það verður sláandi skemmtilegu þáttur hjá okkur á slaginu 10. Ógeðisdrykkurinn verður á sínum stað. Það eru 70 mínútur sem heils ykkur hér á þessu fallega þriðjudagskvöldi. Ég er hérna með brjóstarhaldara. Það sem ég ætla að reyna að gera úr þessum brjóstarhaldara, ég ætla að reyna að búa til flugdreka. Fljótlegt og frittandi fyrir önnum kafið fólk. Lambakjöt, léttur réttur. Allora, se deve dare, se mette cosa mangiare, se mette dare, se mette dare, allora se mette cosa suonini, allora dire se cosa se mette indore. Ítalska kallinn minn. Býtu, kanntu ekkert tungumál eða? Nei, ég kann ensku. Já, það er alveg svo pabbi þinn. Já, nú er hlunkurinn stærri enn í gamla daga. BSF, góðan daginn. Þú getur gert það snemma morgun. Þú getur gert það út í horn. Þú getur gert það þó hann þorni. Þú getur gert það hvað sem Þú getur gert það inn á bar. Þú getur gert það með hraði. Þú getur gert það út á hraði. Kynntu þér þráðlaust internet. Síminn. Bubbi minn, ekki í þennan hávaða. Heyrðu mig. Hvenær komst þú heim í nótt? Má það ekki. Sko,
Ef þú værir innfæddur, þá myndirðu fá í siestu. Ok. Waiter, una siesta, por favor. Hana doppel. Sama sólin, sama ströndin, sama fríið en á lægra verði. Og allir komast með. Það þykir nú sjálfsögð kurteisi að bíða þar til allir eru búnir að fá matinn sinn. Íslendingar borða SS-pylsur. SS fremstir fyrir bragðið. Hvað segirðu? Ha? Já, fyrirgefðu. Ha? Djöfull. Er ég að bleita þér allan? Það fyrirgefðu maður. Er hárið illa haldið? Finnst þér hárið orðið þreytt? Garnier Fructis er fyrsta styrkingarsjampóið með virkum ávaxtaoljum. Fructis vítamín og ávaxtaoljuþykni djúpnærir hárið, gerir það 2 sinnum sterkara og gefur svo miklu meiri gljáa. Garnier Fructis styrkingarsjampó. Garnier. Gott kvöld, góðu gestir, og verið hjartanlega velkomin í Vinnustaðahrekk. Það er komið að mér að hrekkja og ég hef ekki trekt hann sveppa síðan hann vakti mig í rúminu mínu með vatninu. Rúmið mitt þurfti að standa út á svölum í 2 daga til að þorna því að það blotnaði í gegn og það er reiðin loksins runnin af mér og það er komin tíma á að hefna. Ég hef fengið til mín hann Hjalta Ursus sem er sennilega eitt sterkasti maður landsins og Ásgeir Kolbeinsson sem er nú kannski ekki alveg að praustur en getur nú gert eitthvað, vonandi. sem ég ætla að gera er að ég ætla að lokka hann sveppa hérna niður á gömlu skrifstofuna okkar. Hérna er gamla Pop TV skrifstofan, við erum fluttir upp og ég á ennþá eftir að flytja nokkra kassa, þannig ég ætla að reyna að plata hann hérna niður til að hjálpa mér að flytja upp kassana. En það sem við ætlum hins vegar að gera það, þeir ráðast á hann strákarnir og ég ætla að rífa hann úr öllum fötunum. Þá er ég ekkert að tala um að hann standi hérna út af brókinni, heldur ég ætla að rífa hann úr öllum fötunum, henda hann út af skrifstofunni
og þá stendur hann hérna fram á gangi á tippinu nema hann reynir örugglega að halda fyrir tippi og þegar þið horfið á þetta þá verður örugglega búið að blurra eitthvað því að með grunanum var Sveppi ekki eftir að vera mjög hress með þetta en svona þetta, ef menn koma heim til manns og vekja mann með vatni þá þarf að gera eitthvað róttækt og það sem ég ætla að gera, ég ætla að fara upp og reyna að lokka hann hérna niður og það kamerumæður uppi sem að mun fylgja okkur niður en Sveppi veit náttúrulega ekki að því að hann kemur hérna niður á gang þegar við Sveppi erum komnir niður. Hérna ég með aðstofamenn mína. Sæll Hjalti. Blessaður. Þú ert tilbúin í þetta? Já, við erum tilbúin í hrekkinn. Ok, Ásgeir, tilbúin að halda eitthvað? Bara búin að vera að pumpa hann í 2 daga. Ok, herðu, hérna aðstofamenninni, hérna skrifstofan eins og sjáðu það hún hálf tóm. Nú ætlum ég að fara upp og lokka Sveppa niður. Sverrir, meðtökum að þú býður hérna niðri og við komum hérna niður og þá bara byrjuðu, leiðu ég kemur hann inn, þá bara ráðist á hann. Ok, snild. Afþreyingar herbyggin. Jó! Heyrðu! Heiti! Íður! Ertu þetta vænt? Sparka inn! Þú ert að rífa dröslu! Hver þetta hérna fyrir aftan mig? Íður! Ég drep þig, Auður! Ásgeir, ertu með í þessu? Það vængefni! Þið vængefni, sleppið þig! Hvað maður sjá? Þið vængefni! Auður! Þetta ekki getnaðalegt maður! Út á gang með hann! Þið brjálaðir! Út á gang! Er þú með þýs? Anskotin! Opnið þig! Þetta skiltið í burtu. Nú, hvað akkurru? Er fólk að Stoppa stendur á það bak? Slökktu á þessu þetta. Þetta Já, það er slökkt. Kemur heim til manns og 70 cm. vatni þá þarf að gera eitthvað sko. Þið eru bjána. Bara því að Hjalti úrsins á svæðinu þá bara nota hann til að veiða mig. Nei, eins og Hjalti getur að vitna í, þá hringdi ég í hann og baði hann að bæta því. Það klæða þig? Já. Sáðu þig eitthvað frammi? Já, það er bara fólk að skilur að vinna. Þetta er sjónmengun á samstarfsfélaginu. Þetta var vinnustaðarhekkurinn. Þakka Hjalta, kjallaður ástofna. Takk Hjalla. Þetta er ekki eftir að svona. En ég hugsaði að vinnustaðarhekkurinn sé komin í smá pásu núna, allan að telja mig að vera búinn að hefna mig í vatnið. Bróðunandi að Sveppi sé að þroska sinni því að slaka hans á núna. Ég sjáu þroska? Bara rugg. Þetta segir þú að ég get eitthvað séð þroska minn, stend hérna allsber við hliðina þér. En svo láta vera, þetta var skemmtilegt maður. Mér finnst alltaf gaman að sjá það á tippinusætti. Það er bara eitt besta grínefni sem ég sé. Já, svo ekki sem hún fá ekki blóð í þig. Til að ná hámarksárangri í námi þarf námsmaðurinn að halda vöku sinni. Það getur reynst erfitt á álagstímum. Nýjung í námi. Vekjarinn. Við höfum vekjara í miklu úrvali. Blíða harðhenta stranga liðlega. Vekjarinn tryggir að þú missir ekki af neinu, stuðlar að hærri einkunnum og aukinni námsánægju. Þú getur ekki án hans verið. Góðan daginn! Íslandsbanki býður góðan dag. Við gerum allt fyrir námsmenn. Námsmannaþjónusta Íslandsbanka. Silfurkort með ferðaávísun. Bílprófstyrkir. Alltaf 800.000 króna námslokalán. Athugið, vekjarinn ekki innifalinn. Hvað? Allt bara það!
Nennu! Herra fyrir ekki, áttu nokkuð hundrakall til að lána? Hundrakall? Já, ég er að fara í klippingu. Nei, ég er að grilla í þér með þér. Sjáumst. Halló! Ég er Abbi! Ég er Tristur! Herri, þetta getur annað, kannski að þetta! Herru! Þetta er með bera! Fyrirgeðu, ég sagði ekki. Give me high five. Einmitt. Settu gleraugun á þig, kallinn minn. Heyrðu, heldur ekki nokkuð, gefið mér smóka eftir að pípu? Nei, ég er að grilla í þér, maður. Hei, halló! Pabbi! Gamla mamma! Ja! Jæja, kallinn, heyrðu, hver er svona þinn uppáhaldsleikari? Vin Diesel, hann er sko allt töffari. Já, hérna, ég ætla nú bara að fá bensín. Já, hann er góður, Já, nú er hlunkurinn stærri enn í gamla daga. Gott kvöld, góði gestir, og verið hjartanlega velkomin í vinnuhrekkinn. Já, hann heldur áfram. Sigmar Viljámsson er ekki beint næstur, við ákveðum að plotta daldið á hann. Þetta var náttúrulega svo vægt á hann síðast. Hann fekk bara einhverja vatnsblöðrur, ég fekk hveiti og hann fekk alveg heila fötu. 5 lítra. Já, við alveg miklu verra í okkur. Þannig að við ætlum að taka Sigmar inn yfir núna. Já, Simmi... Þetta er svolítið flókin aðgerð, sko. Já, þetta er svolítið flókin og ég get líka að lofa ykkur því að Simmi, hann býst ekki við þessi því hann er á leiðin á fund. Hann er á fund núna og er á leiðin á annan fund. Það sem við ætlum að gera, nú þurfum við að útskýra pínu. Við erum hérna með pítubrauð og við erum með tómatsósu. Hérna er sætið hans Sigmars. Hérna situr hann reglulega og er mikið í tölvunni og mikið í símanum. Það sem við ætlum að gera, þegar hann kemur á eftir, áður hann fyrir á fundinn, þá ætla Sveppi að fela sig hérna bakvið. Komið, Sveppi verður hérna, bakvið skrifborðið hans Simma, með pítubrauðin með tómatsósuna á. Það sem ég ætla að gera, við ætlum að fela myndalina þarna á veggnum. Ég kem með sendimækinn sem við notum í földum myndavélunum. Kem hérna, bara lúmskur eitthvað, þykist vera vinur hans eitthvað. Hvað segir mér kallinn, hvað ferð þú á fundin á eftir? En svo bakka ég, þarna kemur Sveppi, ég bakka, tek við pítubrauðunum. Simmi veit ekki neitt, hann sá mig hérna áðan bara með hendurnar á borðinu og grunar ekkert. Hann tekur undir brauðið og klínir því í andlitið á Simma. Þannig að Simmi er mjög rauður í andlitinu, hann verður ennþá rauðari. Já, og hann verður líka rauður að reiði. Já. En hann fer að koma, við ætlum að fela myndavélina. Já, það er svona alveg kortir í hann, en við skulum fela myndavélina strax. Já, og ég ætla að gera mig kláran. Já, ég líka. Shabadú. Sveppi er aðeins í símanum, Simmi er ekki kominn, ég held að hann eigi svona 10 mínútur eftir að fundunum, þannig að við erum ennþá að bíða. En svona til öryggis þá ætla ég að drífa með að setja tómatsósuna á svo við séum búnir að því. Verður ekki, Sveppi búinn í símanum, Sveppi verður ekki að setja dullega á það? Nei, byrjum að sjá maður setja þess. Þetta með eitthvað sérstakann fítus?
Settu svo duglega á þetta. Hanna þekki ég þig. Ha? Svo þarf þú að vera lúmskur til að rétta. Engin læti, fara og földu þig. Nú þarf ég að taka þessa myndavél og fela hana því að það eru svona 7-8 mínútur í sem held ég. Það verður rosalegt. Ok, það var þetta komið. Og bara vona að þetta Simmi fara að koma. Ræðunar? Þú er búin að skjálusingarnar? Skjálusingarnar eru tilbúnar, sko. En hvað en ég var að spá í með, ef að Sveppi kemur ekki á eftir, hvenær ferð þú á hinn fundinn? Í dag. Hvenær er hinn fundurinn hjá þér? Ég var að mæta það eftir korter. Ég hef ekki tími að fara í lesning. Ég má lesa til allir. Hvað? Sjá mig! Þú ferð ekkert að nutta sig eitthvað mér. Þú átt það bara inn í rekksimi minn. Það er bara ekkert blók með það. Má ég sjá þetta? Ég er að reyta viðskiptavin hérna eftir korter. Hversu langt á þetta ganga? Simmi, þú ferð ekki í fínu. Hversu langt á þetta djók að ganga? Ég meina það sé eitthvað helvita maður og þetta er bara djók. Sjá andlitið þær, þetta er bara grín. Ekki reyna alvarlegur. Þetta er nú stílið á hárið. Ok, Simmi, ekki... Á tusku. Á tusku. Ég er svolítið rættur hann. Sérðu samt stóð. Var ég til í að koma með og sér buksurnar? Þetta er jakkafitabuxur, sko. Ói, bara. Þeir eru svo miklu vittlýsingar, sko. Vittlýsingar, Simmi, þetta er bara... Maður er að vinna þetta með ykkur. Simmi, þetta er bara vinnustaðarekkur. Bara grín. Þetta var ég veit að það er mjög stutt í það að Sigmar farið að bölva og ég get lofað ykkur því ef ég verð með marblett í útsendingunni í kvöld, ekki láta það koma ykkur á óvart. Þetta var vinnustaðarekkurinn, ég ætla að forða mér. Sjáumst. Náðu tissjú. Já. Ég er svo lítið fermingastúlka á blæðingum. Bíkki, ertu að hreinsa andlitið á þér með reglustríku? Hvað er ég að gera? Ljótu anskotast vittlýsingarnir maður. Opnaðu augun fyrir frábæru úrvali af flottum fötum í verslunum Hagkaupa. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Mikið er ekkert í bakið á þér. Heyrðu, þú ert hvít. Rekið þetta aftan á þig. Þú ert all hvít. Hvítu. Ná þessu hérna. Jesus. Rekið þetta aftan á þig maður. Þú ert all hvít. Jesus. Ég er Marco Polo bór. Djöfullinn sjálfur. Hvítu. Þú veist, það er ekki eins og ég sé eitthvað. Því líka ódýra rustbollum. Fyrirgefðu maður. Það var nú alveg óvart. Já, fyrir nú við. Hver ert þú? Ég heiti Jónas. Jónas. Ég er málari. Sjá, nei, það er nú ekkert. Þú er þetta? Já, ég náði þessu, þetta var bara eitthvað smotteri. Fyrirgefðu. Þetta var alveg óvart. Jesus. Má sjá, ertu ekkert hvít? Ég hannaði fyrir þessu hérna. Ég fyrirgefðu þetta. Hvít málning maður. Má sjá. Veitu, ég skal reyna að ná þessu. Það er skrítið, rúlan er rennandi blaut. Kanna þetta. Þetta er nú alveg... Þetta er alveg... Ég sé ekki. Þú finnur það alveg, hún er alveg þurr rúlan. Hvað var þetta ljúmaður? Er það bara myndavél? Við erum með hana þarna í... Jesus. Allt hvítt maður. Allt hvítt á bakinu. Fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Þetta er nú ferlegt maður. Hættu nú að strjúka mig. Lít nú að geta reynt að ná þessu að ég gerir nú fast. Þetta er nú olíubeis sko. Ég til að reyna að vinna þessu á þessu.
svona stór hestur. Já, þetta er alveg fellert. Klukkan svona, ég trúi þess ekki með þér. 10. Æ, þetta er nú ljótu ég ekki. Þú kallaði ljótu. Æ, þetta er nú ljótu ég ekki. Já, bara ekki svo marga aðra. Kom málning. Já, kom aðeins málning. Það er nú bara töff. Já, ég get trúið því. Mér finnst það bara ljóti jakki. Fínt hjá okkur. Hvað finnst þér um þetta? Getur sendið þetta eitthvað? Hæ? Getur sendið þetta eitthvað? Þetta? Bara eins og. Þetta er bara vassmálning, sko. Eru aðeins ofar? Aðeins nutta ofar? Hvað segir þið góða? Bræður? Hvað? Þetta er nú ljót. Þetta er fyrirtækjafni. Já, ég segi það. Þá skiptið það ekki minni máli. Hvað er þetta? Æ, fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Þú ert öll í rugli, maður. En þetta er nú ljót taska. Þannig að það gildir nú einu. Nei, svona, satt að segja að þeir eru að gera smá grín. Við erum að gera hérna fallega mynd. Trúið þér ekki? BSF, góðan daginn. Gott kvöld, góða gestir, og verið hjartanlega velkomin í Vinnustaðahrekk. Ég er stattur hérna fyrir utan heimili Auðuns Blöndal, sjómannsmanns, og hann er steinsofandi, sérstaklega vegna þess að klukkan er núna korter í 8 morgun, sem er gott sko. Ég er tiltölulega nývaknaður, við mætum venjulega í vinnuna klukkan 9, þannig að ég get lofa ykkur því að Auðun Blöndal er sofandi. Ég talaði við meðleigjanda hans sem heiti Sverrir Bergmann, allavega, ég talaði við hann og hann skildi eftir lykil í Blómabegi. Þessi lykil er af hurðinni og ég ætla að fara inn og ég ætla að setja vatn ofan í hennan dall hérna og ég ætla að skvetta á Audda sem er steinsofandi uppi. Þannig að að gera að fylgjast með og við erum bara að passa að hann vakni ekki sko. Þannig að kameramaður má ekki hafa hátt heldur. Það er smá gangur hérna. Auðun er sofandi inn í innsta herbygginu held ég. Þannig að hann ætti ekki að heyra í mér hérna. En ég ætla að reyna að fara að fylla balana vatni. Eða svona setja svona duglega í hann. Þannig að ég ætla að fara úr skónum og deipla á tánum. Þið fylgir mér. Býta aðeins hérna, býta aðeins.
eitthvað þroska aftur, Sveppi? Ertu á floti hérna? Hvað ertu að gera? Ertu eitthvað rugglaður? Skaltu þurrkita, rúmið er á floti, sko. Hvað ertu að gera? Fyrirgeðu. Hvað er klukkan? Hún hefur verið 8. Þú nærði við náðum að þurrkita og við þurfum hvort þeirra mættir aðeins fyrr. Jesús, maður. Jöfnvel ertu vangjöfinn, maður. Það eru fleiri handklæði. Skaltu þurrkita? Slökktu hans á þessu. Er ekki allt í lagi, Sveppi? Tóti, slökktu. Ég vissi ekkert að þetta væri svona mikið. Vissi ekki af þessu? Með hvað varstu? Ég var með baladrasli þarna sem við vorum bara upp í Norðljósum sem ég fekk þar. Jöfnvel ertu vangjöfinn, maður. Þú skammaði Sverri Bergmann, hann lét mig hafa lykil og sagði mér þú værir hérna. Þetta er allt honum að kenna, þetta er ekki mér að kenna. Taktu bara þinn tíma. Já, eins og sáu, þá tók hann þessu sérstaklega vel. Það var líka ansi mikið af vatni og ég strax farin að sjá dálítið eftir þessu. En þetta var vinnustaðarhrekkur. Já, svona, ekki á vinnustað. En maður er oft heima að hugsa og þá er maður í vinnunni. Þannig að, sorry! Það var bara að segja mig. Jésu, hvað er gert að það verið nakinn? Ég? Það er bara verið miklu fyndnara. En eins og við sjá, þá er alltaf rennandi blautt hérna og þetta er skita, sko. Já, hvað ætlar að gera? Ég ætla bara, þetta verður þarna þegar þú ert komin heim á vinnunni. Fyrirgeðu. Ertu að gera það? Shit. Eins og ég segi, maður veit ekki alveg hvernig maður á að haga sér þegar maður er búinn að láta svona, sko. Mér líður eins og svona 12 ára strák, sem er gaman, sko. En þetta á vinnustæðarhrekkur. Þetta með þroska á þann. Þetta á vinnustæðarhrekkur. Já, ég er að hjálpa þér, svo förum við. Þetta á vinnustæðarhrekkur, svo ég segi það eina fyrir enn og ég þakka kærlega fyrir mig og nú er þetta búið. Hvar eru handklæði? Hanna? Hanna? Slökktu á þessu þarna. Þetta er hressandi, í alvörinni. Frelsi í útlöndum er ný þjónusta hjá símanum GSM sem gerir þér kleift að nota frelsisnúmerið þegar þú ferð til útlanda. Þú þarf bara að skrá þig einu sinni og það kostar ekkert. Skráðu þig í verslunum Símans eða á símin.is og vertu í góðu sambandi við vinina heima. Síminn GSM. Ha? Ekki fyrstu að detta bara. Já, ég... Nei, allt í lagi, mér sýndist það er að gefa sig hérna. Þetta er allt í lagi, þetta er nýsteft. Ha? Nei, ég heyrði eitthvað hljóð mér. Já, mér finnst það. Brynja. Ha, fannst þér ekki að heyra það líka? Ok, svo leiðu þú tókst skil. Já, var það ekki? Já, fyrirgeðu bara. Ha, þetta er svona alltaf hrynja eitthvað hérna.
Nei, það var ekkert. Það fyrirgeðu. Það var ekkert í gangi. Ég var svo taugaveiklaður þetta sko. Ég hélt að væri eitthvað í gangi bara. Hæ. Hæ, er ekki alltaf læg? Jú, ég hélt að væri bara eitthvað rugl. Þetta er bara ég. Það er svona flóga stundum. Fyrirgeðu. Það er allt í lagi með mig. Takk. Takk. Hvað var það uppi? Það er ekki, það er þarna uppi. Myndaði, Halli. Myndaði. Það er myndaði? Já. Og þið brá, það er gott. Sketchers. Sketchers. Okay, we're live here. Okay, we're live. Power! Huh? Power! Power, yeah, Grindavik Power, baby. You Power? You were Power? Yeah, very much so. What did you think about Landsligan on Saturday? Well, on Iceland, Scotland. Well, I watched it, but you know, Iceland should have pulled it out. They should have won. Did you think Atli Evason was not doing his job, or do you think they should fire him on Tuesday? Should they let him play? No, they should let him play. But no, he's the coach. You think? Yeah. He's the coach, but I think he should give him one more year. Give him one more year? Yeah. Okay, what do you think about Erik Wilson? Do you think he's going to do the trick that you have to do for Chelsea and all the other teams and do something? I don't know. I hope God be with him. You know? Yeah. Okay, what do you think about Olav Stefánsson? He's all right. He's all right. Okay, back to the game here today. You guys did everything through it all and something, yes? Yeah, we just stuck together. You know, we had to stay as a team because we got down last game. So we just pulled together. When did you go down? Did you go downtown? No. I mean, we got down in our emotion last game. We let them beat us up at their place. Are you melancholy? Yeah. Oh, you go down in motions. Yeah. Oh, it's okay. You have friends and people that love you. I know so. Yeah. So just think positive because now you're in the finals and stuff. Yeah. God bless. Grindavik, number 1. BSF, góðan daginn. Já, komið sæl og verið hjartanlega velkomin í áskorun hér hjá okkur í 70 mínútum. Hann Simmi situr hann inni og veit í rauninni ekki það að við erum búin að fá loksins eina alvöru áskorun á Simma. Þessi er góð. Já, ef hann stendst hann ekki þá er ég brjálaður. Það er alveg kominn tíma að hann fá eina erfiða. Það var hann Árni Ragnar sem að sendi áskorun þar sem hann Sigmar Vilhjálmsson á að sleikja tærnar á mér á Sveppa. Ég er til. Já, en það er bara spurning hvort að Simmi sé til. Við ætlum að fara núna hérna inn á skrifstofu og spyrja Simma hvort hann sé ekki til í það að taka þessari áskorun. Við erum komin með áskoruna, fengum senda dundur áskorun. Segð þú hann, Sveppi. Þú ert næstur, Simmi, þú veist það. Já. Við fengum áskorun frá Árna Ragnari. Hann segir hérna, ég er með áskorun á Simma. Hann á að sleikja tærnar á Audda og Sveppa. Ég vona að hann klári þessa áskorun því annars er hann aumingi. Það er komin tíma hérna erfið á þig. Og við bara erum að koma hérna fína aftan. Já, einmitt. Lýst þér ekki á hana? Já. Hvaða vinur ykkar sendið þetta inn? Árni Ragnar, þetta er félagi. Hann veit hvað ég með ljóta á tær. Já, er það að segja mér að þið hefði gert þetta sem allrar áskorun, sett það í pott og dreigið það út. Þetta er bara góð áskorun. Já, bara tilviljun að ég er að sleikja tærnar á ykkur. Þetta er bara skemmtilega áskorun. Simmi, það er komin tíma hérna erfið á þig. Við erum alltaf í smörnum. Já, að sleikja þau tærnar. Já. Það er nú ekki svo hræðilegt, Simmi. Ég drögum bara aftur. Simmi,
Þú tekur þessa. Við erum búin að geta þetta strippa eins og fíbl. Auddi lét sprauta sig og á sig vatni og... Vaksa undan höndum og... Þú ert búin að fara, þú lést fara, þú varst að trufla í sínastúdíónu. Þú varst með áskorun að... Trufla svo aftur í sínastúdíónu? Já, bara hjá Birgittu Haugdal eitthvað, að syngja fyrir hana. Nú, þetta er alveg áskorun. Semmi, þetta er nú ekki svo hræðilegt. Ég er enda með mjög ljóta tær. Þetta, þú stendst... Ég held að einhver hlakki bara til. Ég held að einhver langar til að ég steikja okkur tennar. Já, gleymið því. Simmi. Ég er ekki að fara að sleikja okkur tennar, strákar. Er eitthvað klikkaður? Hvað ekki? Því að það er smá respekt, sko. Það er ekki respekt, þetta er bara skemmtilegt sjónvarpsefni. Já, að ég sleikja á ykkur tennar. Já, það er bara fyndið. Það er skemmtilegt þegar Tabitha Stevens eða Asia Carrera er að sleikja á einhverju annari tennar, skilur en þetta er ekki gott, sko. Jú, þetta er gott. Þetta er politically wrong, eins og einhver segir, sko. Svo Ron Jeremy segir. Þú gerir þetta. Simmi. Ég er ekki að fara að sleikja okkur tennar. Jú, þú gerir það. Þetta er áskorun á þig. Ætlar ekki að standa þess að? Við höfum staðist allar áskorun. Strákar, við erum ekki að fara að sleikja tennar á okkur. Jú, það er bara ekki sens. Þetta er ekkert mál. Það er bara ekki sens. Ég er ekki að sleikja tennar. Slökkt aðeins á mæknum. Ég er ekkert að fara að sleikja tennar á ykkur. Júser. Þú sleikjar á mig tennar. Ha? Jú, blessa. Simmi. Það er ekki sens. Hugsaðu bara. Hefði Jói gert þetta? Já, hefði Jói gert þetta? Jói, hann sleikir tær bara á þess að það sé skorað á hann. Þú verður að standast þetta sem því. Já, gott kvöld, góðu gestir. Kominn tími á áskorun kvöldsins. Einhver geðsjúkur maður skoraði á mig að sleikja tærnar á Audda og Sveppa. Sjáu þið fíblinn. Þeir eru að undirbúa sig, þeir eru að þvo tærnar á sér svo að ég geti sleikt á þeim tærnar. Hlakkar ykkur til? Já, þetta var hlakkar mikið til. Já. Ekki löðrandi sáfinn. Hvað er langt síðan þú þvegið þér á tærnar? Nú vorum við ekki saman í fótbolti í gær. Það fór ég nú bara í sturtu sinni. Já, en þú þvoðir ekki á þér tærnar? Jú. Já. Fórst og skrúpaði tærnar? Já. Þú sleikir bara tærnar. Það er saman hvernig það er. Svona. Og maður tandur hérna. Það er góða gestir. Hvað heitir þessi viðbjóður hann? Árni Ragnar. Árni Ragnar. Þessi gaur sem sendi þessi áskorun. Ykkur fannst það virkilega skemmtileg. Þetta er góð Þeir geta ekki beðið, þeir eru sveiktir á efri vörinni, þeim hlakkar svo til. Og ég er að taka niður fyrir mig alveg big time, sko. Þú ert með ljótustu tærindar sem ég séð þetta í. Þetta er að senda hans áskorun. Þú ert með svona hobbitatær. Alveg, þetta er ekki hægt, strákar. Jú. Sérðu litla tanna mína, hvað hún er sleikileg. Það er svona orðið fyrir valtara. Þetta er, já, ég get ekki verið að sleikja þetta, strákar. Ha? Þetta er áskorun, við erum búin að þrífa þér. Jöfusins. Svona? Þið, ykkur hlakkar svo til. Við erum komnir hérna upp, við erum búin að þrífa þér fyrir það allt, maður. Þú mátt velja okkur og byrjar. Já. Má ég það? Æ, takk. Þá er ég... Sérðu þetta? Þú ert með lengri neglur heldur en konan á litlafingri, skilurðu? Svona. Hvenær klippirðu tærnar það síðast? Það er ekkert svona til hann. Sleiktu. Halló, litli simma munnu. Sleiktu mig. Vertu kjur með tærnar. Það sé eitthvað lifandi, sko. Þú veist, bara kjur. Ok. Kamerumaðurinn er í kasti, sko. Það finnst öllum þetta alveg æðislegt. Já. Vertu kjur með það. Ég er kjur. Hvernig er þetta? Þú ert með þetta spenntar svona. Varstu búin að hugsa þetta lengi hvernig þú vildi fá þetta? Sleiktu bara. Hætt að nutta þau geirvörturnar. Það er svona. Þú voru að byrja þetta sinni. Og við teljum... Þetta tekur bara sinn tíma, skilur. Ok. Já.
Ég bara lítur að sleikja þetta. Þú voru að sleikja það eins? Þetta er búinn. Nei, Simmi. Þú voru aðeins að fylla með það. Snúa tærnar hans. Ég er nú með mun fallir tær. Það sleikja allar. Það er það kýtla. Aðeins meira á mig. Aðeins meira á þig, já. Já, það sleikja svona yfir allar. Já, farðu svona onna þér aðeins. Þú sáttur? Ég veit að sumir hérna inn eru ánægðir, en þetta var áskorun kvöldsins. Næsta áskorun er fyrir hann Sveppa. Sendið áskorun á 70min@poptv.is. Strákar, Þetta var bara fínt. Þetta var gaman maður. Þetta var ógeðslega gaman. Við erum einir hérna inn í einhverju stúdíói. Nú er sjálfsálutið mitt horfið. Nei. Jú, svona jólinn kannski var ég komin í sama horf. And now to liven up the night shift, Shakira. Attention, I don't wanna be the exception. To get a bit of your attention and love you for free and no. Strákar, ekki eruð með gemsa, ég ætla að hitta félaga minn hérna, bara battir. Ekki eruð með gemsa, ég ætla að fá að hringja það bara 2 sekúndur, minni batterislösi, ég ætla að hitta félaga minn, hann ætla að löngu góðinn, sko. Já, bara eldsnögt, sko. Já, ég er bara inni, sko. Já, en ég set kortið mitt í. Já, já. Afsakið, ekki getur þú gert mér rosalega greiða. Ég er nefnilega búinn að bíða hérna í korter, sko, síminn minn, hann er batterislaus. Félaginn minn alltaf hitta mér hérna. Ekki maður hringja þar í 2 sekúndur, það er bara, sko, ég skelli strax. Og hvað, segja hann að ná í þig? Já, ég ætlaði bara að spyrja hvernig hann kæmi. Það tekur svona 2 sekúndur, það er 691, 63, 22. Ég ætla að fá að tala um það. Hvað heitir þú? Auðun. Herru, ok, slepptist það, þetta átti bara að falla í mynda, sko. Já, já. Afsakið, ekki getur þú gert mér rosalega góðan greiða. Nei, ég bara hef ekki tíma til þess. Ekki getur þú gert mér smá greiða. Ég er batterislaus, ég ætla að hitta félaginn minn fyrir, sko, það er svona korter síðan, ég mætti hringja bara í 2 sekúndur. Bara í enga stund. Er allt ready, eða? Nei, ég er að fíla. Hvað er að vera að gera? Hæ? Það er ekki að ringja? Nei, ég fá aldrei myndaðal hérna. Hún lifði uppi og voru að veifa. Jæja, 2. Ég ætla að hitta félaga minn fyrir svona korter sem er batterislaus sem ég mætti hringja bara í 2 sekúndur. Ég skal lofa þér, ég tala ekki neitt. Nei, en ef ég lagði í skipti, setja bara kortið mitt í. Þú maður hringja, þetta er bara örstutt, svona 2 sekúndur næsta dag. Eitthvað sem ég þarf ekki, já, bara unlock.
Nei, ég ætlaði bara að fá smá privacy, ég er að senda message. Nei, ég er að senda message. Hvað? Þetta falið mynd. Hún er þarna uppi. Vinka, ég get svo svara. Heldur ég fara að stela þér í símanum? Heldur nettur sími þér? Hvað setur þetta hérna bara svona? Nei, ég er að stríða, ég ætlaði bara að fá smá privacy. Ég ætla bara að senda eitt message. Ég ætla bara aðeins að fá vera næði. Nei, herru, þetta er falið myndavél hérna, við erum allan að vinka. Bíddu, ég ætla bara að tala hérna, sko, ég er einhver stund. Heyrðu, þú ferði einhvern síðan? Nei, herru. Þetta er 2 sekúndur. Já, ég er bara ekki með þenni. Ég láti þetta í skiptum kort. Má sjá. Má sjá, batteríins. Setur það hérna aftan. Já, hérna. Þetta er falið myndavél. Fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að láta það detta, kallið. Þú veist, þetta er falið myndavél sem er vinkanni og ára að slasa það. Fyrirgefðu, kallið, ég ætlaði ekki að slasa það. Það er lagið. Þetta átti ekki ára, ég finnst innilega rafsvíkuna. Þú kemur nú í sjónvarpið í staðinn. Er hárið illa haldið? Finnst þér hárið orðið þreytt? Garnier Fructis er fyrsta styrkingarsjampóið með virkum ávaxtaoljum. Fructis vítamín og ávaxtaolíuþykni djúpnærir hárið, gerir það 2 sinnum sterkara og gefur svo miklu meiri gljáa. Garnier Fructis styrkingarsjampó. Garnier. Já, komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í Áskorun. Áskorun kvöldsins er virkilega andstyggileg og viðbjóðsleg og verði að viðurkenna það með kvíðu svolítið fyrir henni. Ég er staddur hérna í annað sinn fyrir utan snyrtistofu Grafavogs. Hér hef ég komið einu sinni áður og lét vaxa undan höndunum á mér. Það er sannlega einhver mesti sársauki sem ég hef upplifað á ævi minni og það virðist eitthvað ætla að há mér í þessum þætti hvað ég er loðinn því að önnur hver áskorun sem kemur á mig tengist hárunum á líkanum á mér. Menn eru að biðja mig að setja strípur í bringuhárin, raka 70 en svo fekk ég daginn áskorun þar sem ég var beðinn að vaxa á mér allan magann. Eftir langan og virkilega strangan fund með Simma og Sveppa hef ég ákveðið að taka þessar áskorun og lofa ég ykkur að þetta verður síðasta sinn sem að hár á mínu líkama tengjast áskorun, höfum það á hreinu. En nú ætla ég að vinda mér hérna inn í styrtistofu Grafavogs og hitta hana Berglindi. Jæja, þá erum við komin inn í herbergið. Þetta er hún Berglind og hún ætla að aðstofa okkur. Komdu sæl Berglind. Sæl. Getur nú óskað þess að geti sagt að það gleðji mig að sjá þig. Já. En svona er þetta. Ég er svolítið kvíðinn. Sýndu okkur magann. Það er náttúrulega, ég viðurkenni það að það eru nokkur hárarnar sem eiginlega fjúka en kannski ekki allt. Við látum fjúka fyrir neðan brjóstið. Fyrir neðan brjóstið. Þetta verður sársaukafullt og ógeðslegt. Ég held að það sé best að þú setir allt á í einu því annars mun ég guggna bara eftir fyrsta, ég lofa þér. Þarna kemur hitinn. Þú þekkir hann, kannastu þennan maður. What? Bara harður! Já, láttu mig vita þegar þú rýrir, ég ætla að viðbúin. Já, núna... Nei. Ekkert mál. Ertu að reyna að tefja þetta, maður?
með kvíði fyrir, sko. Ekki það. Þetta er mjög fallegt svona. Þetta er ekki törn. Ég veit ekki hvernig, ég ætla að vona að þið kynnist því aldrei, ég veit ekki hvernig móttökurnar eru í helvíti, en mig grunar að það séu svona. Farðu með þessa myndavél, maður. Þetta er útkomið mjög smekklega sportrönd. Þetta er ekkert mál, þetta er bara smá yfirbót. Svona sko. Þetta er ekkert mál, þú sterkur, þú fær nammi ef þú getur þetta. Þetta er einu of. Þetta er frumskóður. Liggi sikkur áttina, þessi hár. Sumir eru að taka upp og önnur niður. Þetta er ekki eðlilegt, maður. Það er að greiða. Þetta er ekki sniðið, Svona sko. Þú getur bara kíkt á naflaðinn í fyrsta skipti. Þetta er stór stund í mínu lífi. Ég er að fara að fá að sjá naflann á mér. Jæja, þá er þessari aðgerð lokið. Mér líður ekkert rosalega vel. Mér líður svona eins og sé að vera að brenna á mér allan magan, en ég stóðst þessa áskorun. Ég er ekki lengur með hár á maganum. Það er eins og þú sett í loðbrók. Það er eins og sé í loðbrók og svona loðtopp. Svona eins og ég sé svona hálfgerðum loðbrjóstarhaldara sem er virkilega hallærislegt. Ég er náttúrulega lít út eins og kjáni og veit það. En svona er þetta stundum. Maður þarf að fórna ýmsu fyrir sjónvarpið. Ég vil þakka henni Berglindi kærlega fyrir. Og það er ekki alltaf svona sársaukafullt að kíkja til hennar Berglindar. Þetta er náttúrulega snyrtistofa og skora ég að fólk að líta á hana, því að þó þetta hafi verið vont hjá mér þá sér hún líka svona önnur verkefni. Ég þakka kærlega fyrir mig og það er komið á honum Sveppa og sendið nú eitthvað andstyggilegt á tölvupóstunum okkar 70min@poptv.is. Takk fyrir. BSF, góðan daginn. Bara lítinn. Bara reynilega að dýfa það ekki. Leikur þetta allt býta. Þetta er burt. Það er nokkuð svolítið linur. Svolítið linur, já. Jarðarberja banni þennan. Já. Og súkkulaði og jarðarberja. Já. Tæpu. Það er mjög góður, sko. Drullu fín. Svona. Svona. Og þú ert með? Súkkulaði og banana. Súkkulaði og banana. Viltu hafa mjög þykkan? Svona. Þessi ekki pínu lítið. Viltu hafa lítinn? Pínu lítið. Bara pínu? Ok, ég bara... Þú smá á honum? Já. Nýjan. Nýjan ís? Já. Svona sjá, býtu. Sko, ef maður tekur eitt tramp, það er gott að nota sko þetta gula hérna í munn. Svo er það með
hökutopp. Og smá svona hatt. Emilía, ætlarðu að fá smæs? Nei, hattinu var ekki nógu. Þú getur ekki af Íslum. 50 kall? Var hann 50 kall? Nei. Þetta er alveg vonlega, sko. Allt í handaskólum hjá mér. Nú brotnaði formið, maður. Býtu. Þetta grínast eða? Smellum bara. Ég var bara að byrja, ég er ekkert að þetta. Ég held að sé klassi, sko. Á ég kannski rétta þér hann bara? Nei, Viltu ekki? Þú barnaði þess að? Já. Hvernig er þetta hérna að blekka og græna? Æjæj. Svona. Ég plugga þetta. Svona. Einmitt. Ég ætla að fá annan ís hér. Annan ís? Já. Af hverju? Farið myndavel eða eitthvað? Falið myndavel? Já. Viltu ekki bara að ég maki þessi andlitið að mér? Bara út allt? Viltu ekki bara að ég setja þetta bara á hausinn á mér og láti bara eins og ég sé ekki til? Þú getur komið hérna inn í búð og bara saka mig að vera með einhverja dylgjur og kannski að þið líður betur að tala um mig svona með ís á hausnum. Allt í lagi. Viltu að ég læt þetta? Nei, allt í lagi. Hvað er Allt í lagi. Það er að láta þið það vara kúl. Prófa ekki. Prófa ekki kjötskvitt ef ég kann ekki. Jesus Christ. Ég á ekki auka hlutur. Ég er svo óheppnist það. Greinilega. Heyrðu, ég ætla að láta þið vara kúlu og þú ert ekkert að borga fyrir ísinn. Nú eru Subway-staðirnir orðnir 12, fullir af fersku grænmeti, áleiki og nýbökuðu brauði. Komdu á næsta Subway-stað, við tökum vel á móti þér. Ferskleiki er okkar bragð. Gott kvöld, góðu gestir og verið hjartanlega velkomin í áskorun. Það er ég, Sverrir Þór Sverrisson, sem þarf að taka áskorun kvöldsins. Ég er staddur í bílaþvottastöðinni Spikk og Span upp á Höfða og við fengum áskorun frá starfsfólki Spikk og Span. Það var einfallega, það væri gaman að fá að sjá þig labba í gegnum bílaþvottastöðina á eftir bíl í sundból. Og ég er kominn með sundból sem ég fekk lánaðan hjá Árbæjarlaug. Hann er alveg örugglega ekki í notkun þessi bólur. Enda ljótur og ég er kominn með bílaþvottastöð og þetta er áskorun kvöldsins þar sem ég fæ að labba á eftir bíl og kem vonandi hreitt tilbaka, allur í sápu og köldu vatni. Þetta er áskorun kvöldsins. Ói, barasta. Það var ég kominn í sundbólinn. Og ég tók með það bessaleyfi að ég fekk að fara í stígvél líka því að það er svo vondist að labba á teinunum þarna sem að bílarnir keyra sko, þannig að ég fekk að vera í stígvél. Snúðu við. Viltu sjá rassinn? Mér er bara strax orðið pínu kalt, þannig að ég er alveg til í bara að drífa þetta af. Það voru helvítið á jörðu. Það sem ég geri það er að elta bílinn.
milli? Jú, innheim. Hæ? Þú kemst á milli, stöktu. Stöktu! Það var miklu verra heldur en ég bjóst við. Alveg viðbjóðslega kalt. Ég ekki maður mikill að orða núna. Þetta var áskorun kvöldsins. Auðun Blöndal næstur, þannig að þið sendið okkur tölvupóst á 70minut.is. Ég ætla að fara inn og skipta við. Takk að gæla fyrir mig og sjáumst, bless. Sama sólin, sama ströndin, sama fríið, en á lægra verði og allir komast með. Gott kvöld, góðu gestir. Við erum hjartanlega velkomin í Tilraun. Ég heiti Sverrir Þór Sverrisson og við erum staddir í Kattholti. Kattholt er hótel fyrir ketti. Tilraun dagsins er einföld. Hérna er ég með svona ljós, svona laserljós. Og eins og sjáið, þá er lítill blettur hérna á gólfinu sem er rauður. Þetta er akkurat tilraunin. Ég ætla að athuga hvort að kettir hafi gaman af laserljósi. Já, þá er ekki eftir neina að bíða. Kettirnir eru hérna. Ég er með ljósið. Allur er varinn góður. Já, þess vegna er gallinn fyrir ykkur sem sitið heim og hugsið. Hvað er með gallan? Ég ætla að byrja með ljósið. Þetta eru kettirnir. Ég er með fullt af köttum hérna. Og hérna er ljósið. Þetta eru köttir. Sjáu það. Sjáu þið. Það er alveg kolvitlaus. Það er alveg kolvitlaus. Heyrðu. Þessi sérstaklega. Núna gaf upp þessi tilraun. Það var gaman að þessu. Lilli, alveg kort til stöðurinn. Já, nú ætlum ég semst að reyna. Með fullri virðingu fyrir köttunum, þá ætlum ég að reyna svona aðtúa hvort það er laupi á stöðurinn. Nei, ég ætla ekki að gera. Ég þori því ekki. Ég ætla bara að láta hoppa hérna upp, sjáu þið. Kúk. Það laupa. Upp og gegnum klubban, já, upp og gegnum klubban, upp og koma, upp og gegnum klubban, upp, kúkulúkúkú, og því. Og takk hérna, svo, þetta sem sagt, svín virkaði þessi tilraun. Kettirnir hafa mjög gaman að svona laserljósi. Ég geti verið hérna í allan dag
og leikið mér, en þetta allt saman náttúrulega bara í þágu vísindana. Þannig að ég verð að segja þessu lokið. Kettir hafa gaman að laserljósi og hvet ég ykkur sem eigið kött að reyna að verða ykkur út svona ljós. Þetta var tilraun dagsins, verið sæl. Gott kvöld, góðu gestir, og verið hjartanlega velkomin í tilraun dagsins hjá Sverrisinni. Tilraun dagsins er skemmtileg. Það verður sláandi skemmtilegu þáttur hjá okkur á slaginu 10. Ógeðsdrykkurinn verður á sínum stað. Það eru 70 mínútur sem heils ykkur hér á þessu fallega þriðjudagskvöldi. Ég er hérna með brjóstarhaldara. Það sem ég ætla að reyna að gera úr þessum brjóstarhaldara, ég ætla að reyna að búa til flugdreka. Fljótlegt og frittandi fyrir önnum kafið fólk. Lambakjöt, léttur réttur. Fór eitthvað á þig það? Fór á mig, hvað skal sveila dónaskapur upp? Fyrir ekki að... Hæ? Ég bara vissi ekki að ég þyrfti svona nærra með. Sorry, sko. Nei, fyrir ekki að, getið hjálpað að setja í pókana eitthvað í staðinn? Ég finnst þetta bara, sko, ógæst. Ég fá annan pókan, það er í hórnum. Atjú! Fór eitthvað á þig? Þetta var nú aðalega munnvatn, ég held að það er lítið hór. Þetta var ekkert hór, þetta var aðalega munnvatn, sko. Já, minna, mann stendur ekki, kemur mann over og stendur fyrir aftamann og svo veist yfir mann hérna. Já, ég veit ekki gerir þetta á, fyrirgefðu, þetta er ekki auðvitað. Atjú! Atjú! Jesús, með alva því. Hún er ekki hérna einhvers staðar. Ég fekk nú bara stæðið mig hérna. Hún er ekki hérna. Hvernig ósköpunum á hún að vera hérna? Það er ekki verðnaðarbissa hérna. Ég er að leita verðnaðarbissa. Sér hann einhvers staðar? Það er ekki lægi með hennar mann. Atjú! Fyrir ekki, get ég eitthvað aðstöð? Ég sá að þú var að leita þetta að hann. Herðu, það vantar, við erum ekki menn hennar mandarinnur. Fyrir ekki, fór á þig. Já. Ég trúi þér ekki. Þetta, er ég með tissue hérna einhvers staðar? Atjú! Fór á þig? Nei, allt er lægi með þig. Hæ? Það er allt lægi með þig. Já. Við erum búin að vinna hérna í allan dag, sko. Getið eitthvað aðstöðið? Já, nei, ég er bara með fyrir með saltkjöt. Saltkjöt, það er þetta. Já, vissi. Maður svo kvefaði núna, maður. Þetta er alveg smá hórinn og samt aldrei drepið neitt. Guðmund almáttugur! Fór á þig? Ég þakka þér. Það þakka þér fyrir. Já, ég fekk bara sturtu. Nei, var það? Já, það var alveg með hór í hárinu. Já, það ekki. En allt í lagi, samt sko. Ég veit ekki hvað er í gangi hérna. Fór á það aftur. Já, menn þú er einhvers staðar annars staðar. Hvað er þetta að gera? Fyrirgefðu. Get ég eitthvað hjálpa? Get ég hjálpa að setja í pókar eitthvað í stæði? Nei, alls ekki, bara farið frá mér. Fara frá þér, já. Get ég aðstofað? Fyrirgefðu, ég bara... Það er smá hór í hárinu, sko, já. Er ég með hór eitthvað núna, sér? Hæ? Er ég með eitthvað hór? Nei. Fór á þig? Já, þetta er að skilja á þig. Hæ? Smá hór á skallan? Smá hór? Já. Ok. Ó, guð, fyrirgefðu. Beint í nakkaðina á mér. Fór, fyrirgefðu. Fyrirgefðu? Það finnst hór í hárið það er. Finnst ekki skrítið? Get ég aðstofa? Fyrirgefðu. Já. Er ég með hór eitthvað? Ég held nú ekki. Fyrirgefðu, það er alveg bara legur að því, sko. Afsakað innilega, sko. Ég ætlaði alls ekki að herra, sko. Það er að þurrka hórið. Nei. Það er nefnilega smá hórkökkur, sko. Atjúl! Fór á þig? Ég það veit ég. Fyrirgefðu. Hefur þú séð merkibyssun einhvers staðar? Fór aftur. Herðu, hvað er að? Ég er bara að spila á sama, sko. Ég er bara aldrei lent í öðru eins og. Jésús.
Fór á þig? Æ. Hvað segirðu, hvernig er brauðið? Þetta er svona eins og pítubrauð, nema þetta er svona aflangt, þetta er sem... Já, ég veit hvað þú ert að tala um núna. Fór á þig? Já, frá henni. Ég trúi þér ekki. Má sjá, ertu með eitthvað hór? Eitthvað hór? Smá. Þetta er bara vassbrúsi. Þetta er ekki hór, ég vinn ekki þetta sko. Ég nerraði ekki á þig sko. Þú væri verið langt. Nei, ég var með svolítið hræddur við sko, þannig ég varði að sína þér vassbrúsa. Það er smá hór hérna. Ég skal alls bara eins. Þetta er samt sko, ég er hérna frá sjónvarpsstöðinni, Bottiv. Þetta er bara vatn sko. Ég get svo svara, hann er alltaf upp í glugga. Segðu, ég ger svona. Ertu ekki að skrökkva? Ég er ekki að skrökkva, það er myndaláttið, sko. Nú eru Subway staðirnir orðnir 12, fullir af fersku grænmeti, áleiki og nýbökuðu brauði. Komdu á næsta Subway stað, við tökum vel á móti þér. Já, komið pungur, já, komið sæl og verið velkomin í íþróttakvöld hér í 70 mínútum. Þetta er hann Benni Benediktsson, varamaður pungur, varamaður Valsara, pungur, vasapungur, utanapungur. Já, hann er varamaður Valsara og mjög efnilegu maður pungur og þykir pungur, buxur, pungur og hann hefur verið að æfa mjög lengi og er eitt mest pungur, mjög mikið efni í Valsara, en eins og pungur og eins og flesti vita þá er hann úr þessum klubbi sem er þekktur fyrir að búa til mikið pungur, mikið af ungum og góðum og efnilegum handboltamönnum. Pungur, tvöfaldur pungur, rosapungur, pungur, já, og hann reyndar stekkur hérna í vitlisótt pungur og vasapungur og pungur upp fyrir stöng þarna og pungur, buxnapungur og það er skorað hjá honum, pungur og rass og pungur og ég veit pungur og stekkur til hliðar og skorað, sjáum þetta aftur. Pungur þarna beint og laga buxnastreng, tekkur til hliðar og það er skorað. Það er ekki komað vörnin við þessu en hann mun sennilega láta mikið þessi pungur, buxnastrengur, komið mikið þessi pungur, kveða í framtíðinni því að alla glæsilega markvarsla, sjáum þetta aftur, pungur þarna og svo kemur boltinn þrumur skot hátt í loftu upp og hann verða fellur niður á hné, stendur upp og tekur viðstöðulausan pung þegar hann er að standa upp. Pungur, sjáu þið hérna. En hann hefur lært af mörgum pungur, mikið af merkum mönnum, pungur. Þetta er pungur, innan pungur, þetta er klúbburinn sem að Gummi Hrafnkels er frá og það er ekki leiðum að líkjast, það líkjast Gummi Hrafnkelsinni, líkist honum mjög á velli, pungur, er samt mun meira í pungnum á sér og aftur skora þarna, klóra sér bak við eyrun og pungur og innan á pungur og utan á pungur, skora hjá honum á pungur og gefur hann út af pungur og ég veit ekki hversu marga punga hann er komið með en enga síður efnilegu maður, kannski full mikið í pungnum á sér. Ég ætla að gefa honum 7 stjörnur af 9 mögulegum þar sem að hann er ungviður og á örugglega mikið eftir ólært en það er greinilegt að bæði eru gengið niður á kallinum. Ströflaði. Auðun heiti og ég er taka félagsfræðikönnun fyrir Háskóla Íslands. Það er svona að mætti spyrja nokkra spurninga. Hvað er svona uppáhaldsmaturinn? Það er eitthvað austurlenskt. Austurlenskt, já. Hvað vilt þú í píkuna þína? Hvað meinarðu? Hæ? Hvað vil ég hvar? Hvað viltu í píkuna þína? Hvað meinarðu? Hvað finnst þér, viltu grænmeti eða bara buff? Hvað finnst þér best að fá í pítuna hérna? Grænmeti. Grænmeti? Viltu ekkert sveppi? Nei. Hvað finnst þér svona best að borða? Best að borða? Já. Það veit ég ekki. Ekkert sérstakt? Nei, þetta er bara eiginlega sérstakt. Áhuga á skyndibita kannski? Nei, ég hef ekki áhuga á skyndibita, ég forðast þá.
Hvað finnst þér svona best að fá í þína píku? Fá í Þína píku? Fyrirgjöðu. Hvað finnst þér best að fá í hana? Við skulum sleppa. Nú hvað, grænmeti eða buff, jafnvel? Finnst þér góður skyndibiti? Já og nei. Já og nei. Já og nei. Set bæði. Já, ok. Set bæði, já. Hérna, já. Hvað finnst þér svona best að fá í píkuna hérna? Þvílík spurning. Ha? Viltu segja þetta aftur? Hvað finnst þér best að fá svona í píkuna hérna? Er það grænmeti eða buff eða? Grænmeti. Grænmeti? Já. Verður þá alveg að tróða því inni? Nei. Nei, þú lætur að lafa úr. Ég fæ mér nú voða sjaldan pítu en það er ágætt að fá mér grænmeti. Bara hæfilega mikið í það. Já. Þannig að það er það besta sem þú fær í þína píku? Þú segir það. Já. En færðu þér skyndibita einhvern veginn? Það kemur fyrir mjög sjaldan reyndar. Já. Hvað finnst þér svona best að fá í píkuna hérna? Í? Píkuna þína? Hæ? Píkuna þína? Í píkuna mína. Pítuna þína? Í pítuna? Já. Þegar þú færði þér skyndibita? Pítuna? Ég bara... Hvað sko það sopi? Ég veit ekki. Oj! Ég veit ekki hvað sko það... Hvað heldur þið spurði ég á maður? Á pítu? Já, hvað helst ég að segja? Mér fannst að segja píku. Ég heyri bara orðið svona illa. Þú ert eitthvað klikkuð. Hefur þið gaman að kynlífi? Já, getur það ekki. Já, segðu. Hvað finnst þér svona best að fá í píkuna hérna? Hvað? Hvað finnst þér svona best að fá í píkuna hérna? Þegar þú færðir... Þegar þú færðir út að borða svona? Mér hefðist þú segja alltaf það. Hvað segirðu? Er ég fyrir út að borða? Hvað helst þið að sagt? Nei, ég vil ekki eftir eiginlega endurtaka. Nú? Ég fæ mér alltaf kjúkling eða eitthvað kjúkling eða kalkún. Kjúkling eða kalkún. Hérna, já. Stundið í kynlíf. Ertu með þess að kanna? Að sjá. Hvað segirðu? Hvað, út af þú skrifar? Félagsverðarkunn. Að því ég seti þetta hérna inn og þá kemur þetta í tölvunni. Ég er með tölvu hérna í vasanum. En ég er með laser. Já, nei, ég er alltaf. Hvað finnst þér um eiturlyf á Íslandi? Finnst mér? Já, finnst þér of mikil? Eðlilega. Eðlilega alltaf mikil. Þú ekkert verið tekin í rass? Nei, nú notkun bara hann svo mikil á Íslandi. Þú ekkert verið tekin með svoleiðis. Hvað finnst þér best að fá í píkuna hérna? Hvað finnst mér best að fá í píkuna mína? Pítuna þína? Mér hefðist að segja píkuna þína. Ói. Ég er bara að býta hvað hann meina. Hvað finnst þér um eiturlyfin á Íslandi? Finnst þér of mikið af þeim? Ég fylgist ekkert með þeim. Fylgist ekkert með þeim. Þú hefur ekki verið tekin í rass? Þú hefur ekki verið tekin með hass? Nei. Nei. Hvað finnst þér um eiturlyfin á Íslandi? Finnst þér þetta hafa fjölgað sér með árunum? Það sýnist mér. Það sýnist þér, já. Þú hefur ekkert verið tekin í rass? Ég? Já, þú hefur ekkert verið tekin með? Nei. Þetta ekkert í hassinu? Nei. Þú getur gert það snemma morgun. Þú getur gert það út í horn. Þú getur gert það þó hann sorgni. Þú getur gert það hvað sem Þú getur gert það á bæ. Þú getur gert það með hraði. Þú getur gert það út á hafi. Kynntu þér þráðlaust internet. Síminn. Tökum við eitthvað Tyson fyrst. Við eigum eftir sko, nei, við tökum núna George Michael og smá sirpa mistökum og endum á því að tísa það sem er helgina. Eins og við ræðum þetta upp. Það er miklu betur. Herðu. Passa þig. Ég skal. Nei. Ef við að taka þetta upp. Eyra losnaði hérna og ég er með stikkið í eyranu. Ég næ þessu sem... Passa þig. Já, ég þarf að nota blýantinn. Passa þig, þú ítir þessu bara lengri inn með þér. Þetta er alltaf leið. Já.
Beint ekki líka. Ég næði þessu. Passaði þig? Já. Ég ætla ekki að fara til læknisins að láta taka mér eyrað. Herri, þú varst að íta þessu inn. Nei, býttu, þetta er alltaf að koma. Sjáðu, þetta er ekki betur, ég næði þessu núna. Fara frá. Já, náðu þessu. Það kemur þetta. Þetta grínast. Hérna er þetta. Djöfull fór þetta lágt. Þetta fór rosalega lágt. Þetta er stór hættuleg tæki maður. Nú tengi ég þetta. Djöfull, okkur getur við ekki með svona stóra headphone eins og í útvarpi. 70 mínútur með ykkur á Pop TV á fallegu 50-dagskvöldi. Það er komið tími á viðbjóðsdrykk kvöldsins. Þetta virkar. Já. Eru þið klárir, drengir? Stressaður. Eins og alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum. Gerum ráð fyrir því að flest ykkar þekki orðið leikreglurnar. Undirstaða drykkjarins er nýmjólk sem er 3,9% fita og það þarf að hylja hnífana hér í botni blandarans. Ég held að þetta verði svona einn af þeim viðbjóðslegustu drykkjum sem við höfum blandað þar sem ég veit hvað þið ætli að koma með. Nú, hvað ert þú með? Já, setjum við þetta bara Já, ok. Ég veit nú ekki hvað þú er með. Ég er nefnilega með það hérna sko, ég held í það hérna. Ég hef búin að lofa Það er ekkert að tekja heldur já, ok. Ég hef búin að lofa ágætum áhorfenda að koma með sardínur í kvöld. Já, en þú klikkar á því? Já, ég klikkaði á því þar sem að sardínurnar voru bara búnar þar sem ég fór, þannig að ég kom í staðinn með túnfisk og ég vona að viðkomandi áhorfandi taki mig sátt með það. En ég er með túnfisk. Ekki alltaf að setja mikið eða? Nei, ekki setja alltaf mikið sko. Ekki setja mikið. Túnfisk fyrir ógeðslegur sko. Ég borði ekki túnfisk. Svona. Nei, þetta er nóg Simmi minn. Simmi. Svona, hvað er þetta? Svona. Simmi. Já, ég get eftir að drekka þetta. Ég borði ekki túnfisk maður. Borðið ekki túnfisk? Nei, ég get alltaf fengið þetta. Það er gott á Simma að fá þetta. Já, sko, ég hef sagt áður að þið með endilega kjósa mig en ógeðsdrykk þegar ég fer létt með þetta. Já, kjósaði mig bara líka, ég fer létt með þetta. Herru, ég er hérna með hvítlaukslauf í olíu. Ég ætla ekki að setja neitt hvítlauk, ég ætla bara að hella olíunni. Og í barasta. Bara safanum úr þessu. Hvítlauk safanum. Og ég ætla að fá Sigmar Vilhjálmsson til að... Nei, ég geta... kastastóri strákum minnar. Allir út í hvítlauksólíu bara. Á ég að taka þetta? Já, ekki mikið, Nei, lítið Simmi. Svona Simmi. Já, svona fínt. Já, ok. Sverrir er með þennan drykk, elsku Öddi minn. Þetta er ógeðslegt. Þetta var alltaf mikið. Ég sé mjólkinni fann að tútna. Ég ætla að vona að þú fáir þetta Simmi. Djöfull ætla ég að vona að fá þetta. Já, ég bara vona það líka. Ég fer létt með þetta. Ég kom í ískalt lasagna. Ískalt lasagna? Já, sem gerir þetta grænmetis eða kjöt? Þetta er eiginlega bara ostur sko. Þetta er glerhart sko. Passa það, það var ekki að sulla þetta. Svona. Hver eldaði þetta lasagna? Kokkurinn okkar. Er þetta komið? Já. Lasagna, túnfiskur, hvítlauksólíu, leg, hálskittill og mjólk. Úr laufunum sko. Er þið tilbúinir? Já. Og meðan laufin söman líka spararnir andlaka. Þetta er raskellur sko. Er glas hérna einhvers staðar? Já. Já, við erum að fá glas. Kom með glas hérna rétt aðan. Þá þurfum við kannski að fá tæknimann til að koma með glas. Það gleymdist hérna kokteilglasið. Nei, þetta var venjulega glas sem var hérna rétt aðan. Hvað er í glasið? Það var hérna á borðinu sko. Var það á borðinu? Já. Já, horfið. Það horfið. Er einhvers staðar glasað í hillinni? Kannski við komum með bara svona plastglas þá í staðinn. Svona getur þetta gerst sko. Maður getur gleymt svona nauðsynlega hlutum. Býtu. En þarna... Þarna er svona glerglas, við erum að sýna áhorfendur hvað er mikið eftir sko. Þannig að það eru 2 svona glas fyrir þann sem er dregin eða hvað? Já, það ekki bara. 1,5. 1,5 glas, segir dómarinn. Ok, gleymdum kokteilglasinu, þetta getur gerst. Já, gleymdist kokteilglasið, svona getur gerst, sérstaklega. Við höfum sem er klárast á munið til kertinu. Ok, má sjá. Þetta er enda mjög svipað og við höfum alltaf verið að blanda við. Og í... Það er heilt svona glas? Já, vá. Þetta er ekkert mikið. Jú, séu það. Þið segið mér stökum, ég er náttúrulega eftir hver á að drekka hvað ég vil þetta sé mikið. Og botnfulla hinnu. Er þetta ekki nóg? Svona. Svona. Það ætla að færa þessi yfir, þetta er kannski full mikið svona. Var þetta svona? Þetta er drykkurinn? Þetta er eins og æla.
Þetta er ógeðslegt. Þetta er eiginlega meira svona eins og lýsi með smá lasagna-bragði. Í bara stað. En ok, ég er tilbúinn í þetta. Áhorfendur völdu með SMS-kosningu einhvern af okkur þremur og nú, býtum við, nú fer eitthvað að gerast. Áfram með þetta? Nei! Ok, ég er ekki hann. Nei. Sveppi Öddi. Af hverju eru þið að gera þetta, áhorfendur? Áfram með þetta. Sveppi slá. Yes! Nei! Wow! 60%! Öddi. Það vilja allir sjá þig drekka. Ef þú getur ekki klárað þetta og getur þetta minn, þá ert þú raskkeldur í lok þáttar með aðskotahlut. Og ég mæli með því að það sé kertið hérna sem við erum með. Við slökkum náttúrulega á því fyrst. Hvað hef ég gert? Þú mátt kannski byrja að byrja því sem lítið er. Gjör svo vel. Gott með ruslið. Er þetta með litla í? Það byrja á því bara. Fóðalegt magn er þetta, maður. Jæja, gott með ruslið. Auðun Blöndal Gubbukall. Það er þetta mín. Gangið vel. Fullt ruslið. Ég finn lykt af raskeld, sko. Ég finn lykt af raskeld, sko. Sko, þetta er ekki spurning bragð, þetta er spurning hugafar. Já, ekki gera það. Ekki, Sveppi, please. Þú mátt alveg vera jafn lengi og ég með þetta. Þetta er Ég er ekki að banna það. Þetta er langt besta skelli sem bara í sig. Ég sé að þetta er ekkert maður. Þú trefnar túnfisk eða ekki? Reyndar var þetta miklaður túnfiskur. Já, aldrei eftir að geta þetta. Gerrit, veistu hvað? Þegar þú ert með svona í glasi, skellti þessu bara í þig og kyngdi þessu. Skellti bara öll í þig. Skellti þig bara í þig. Svona, upp með það. Já, flott hjá þeim maður. Og kyngdi þessu. Og kyngja. Óiðun! Hann guppaði í skói sinn. Sveppi. Hann guppaði í skóin. Þetta er ógeðslegast sem ég smakka. Þið megið raskella með eins og þið viljið. Ég þarf að fara á klósettið. Það kynna þetta. Hann guppaði í skóin. Þetta er við ekki að klára hérna. Þetta er ógeðslegast sem ég smakka. Það er skamgóðu verð með að guppa í skóin. Þetta er rosalegt! Já, ég á ekki ekki frá því að þessi skamgóða vermir að æla í skósinn. Bara þú Hins getur. vegar mun sjónvarpsmaður ársins taka vonandi áskorun kvöldsins sem gengur út á það að hann er að pissa á sig. Og það er líka skamgóða vermir að pissa í skósinn. Þið sjáu það hérna, kæra áhorfendur, Auðun Blöndal guppaði í nýju skóna sína sem að... Það nælt í skó! Það nælt í skó! Akkur var hann ekki í skónum sínum? Þetta er ógeðslega óhefnilegt. Best að fara úr skónum og drekka ógeðsdrykk og gubba svo í skó. Við skulum vinda okkur beint í kvikmynd kvöldsins. Þetta var æðislegt. Og vona að Öddi komist hingað. Hann getur ekki heim nema á sokkalistunum, nema hann fari í æfiskónum. En við vindum okkur hún í kvikmynd kvöldsins. Þetta var æðislega, allt ógeðslegt þetta. Öddi minn, skellti þessu bara í þig, skellti þessu bara í þig. Frelsi í útlöndum er ný þjónusta hjá símanum GSM sem gerir þér kleift að nota frelsisnúmerið þitt þegar þú ferð til útlanda. Þú þarf bara að skrá þig einu sinni og það kostar ekkert. Skráðu þig í verslunum Símans eða á símin.is og vertu í góðu sambandi við vinina heima. Síminn GSM. Veitum öllum stundum saman í upphafsins venduðu skel. Allt viti svo gaman. Ég á minningar þig sem erfitt er að gleyma. Kannski hugsar þú mig þegar áhyggjurnar streyma.
en ég vissi hvað ég vildi. Ég hefði átt að skrifa bréf, því að hjarta mitt ég fyllti. Af hverju gat ég ekki gert það sem ég var að gera, að vera annar en þú ert, ömurleg til vera. Ég gleymdi mér stund og þagði. Ég gleymdi mér stund og þagði. Hjarta mitt sagði já, ég aðeins veit að fá annað tækifæri að sjá. Ég vildi sanna mig á ný. Ég gleymdi mér stund og þagði. Ég gleymdi mér stund og þagði. En hjarta mitt sagði. Ég gleymdi mér stund og þagði. Ég gleymdi mér stund og þagði. Hjarta mitt sagði. Ég gleymdi mér stund og þagði. Hjarta mitt sagði. Ég gleymdi mér stund og þagði. Hjarta mitt sagði já. Allora, se deve dare, ma cosa siamo andati, siamo andati a non siamo andati a ma siamo andati a suonare, allora, ma io sono siamo andando io. Í talska kallinn minn. Býtu, kanntu ekkert tungumálega? Nei, ég kann ensku. Já, þetta er alveg svo pabbi þinn. Já, nú er lómburinn stærri enn í gamla daga. Það er alltaf í beigju því ég er miklu þingur því, ég næði ekki svo Nei, þú varst að lagskeið þetta bíl? Nei, ég var ekki að lagskeið Þetta var í fyrsta reysinu. Það var í fyrsta reysinu sinni. Þegar við keyrum út af, við fyrir út af og stoppa. Ég er búinn að sjá hvað þetta er. Ég er alveg búinn að sjá hvað þetta er og ég meina. Vindurinn snýðir þessa, hann tekur mest á sig og mesta seglir og alveg flýgur á hann. Grínast, það verði ekki gert. Ég sagði það, hvort sem ég kom undan þessari beigju ekki, það gerist það að við erum höfuðlið, við gerum beint. Og beigjan hérna sem kemur hérna inn, séu hérna? Þetta kemur beigja inn í brautina. Hérna gerir ég beint, ég gerir beint, þá sér þú að þú ert kannski komið með annað dekkið út af. Þú keyrir ekki beint, þú ert komin út í kant. Áðan varstu innar, á því ertu því þá ekki áfram sinni. Ég nenni ekki að tala um þetta, það er ekki séns. Hérna kemur beigja. Ég nenni ekki sinni, ég sver það, ég nenni þig ekki. Þú kemur, þú segir bara alltaf þína sögu. Þú varst innar, ég var utar og ég fer út af og stoppa. Það gerist. Ég fer innan og þú kemur út úr beiginu hraðar en ég og ég næði þér. Ég nenni sig ekki. Og ég næði þér og ég er 100. Ég veit að þú ert svo þrjóskur sem og þú getur aldrei viðurkennt. Nei, ég er bara að reyna að lýsa hvernig aksturinn var. Drífum okkur. Þú fara kaffi. Já, snöggur. Það var bara ein spurning. Nei, það verður klift yfir þetta, sko. Segðu mig, bara ein spurning. Ef ég er 110 kíló, hvað er þungur? Þetta... Skýrir þetta ekki sinni í alvörunni? Hvað er þungur? Þetta er svo flottast að myndauðu á þessu öllu. Má ég spyrja? Hann er... Þú erum bílið saman. Hann er opinn. Hann er opinn. Hann er farið, það er ekki myndað að Þú veist það skilur því ekki alveg hvað ég er að segja. Hann er opinn bílinn. Ertu í alveg ekki að fatta það? Jú. Ég bara skil ekki þessar röð, þú bara segir alltaf því ég segir þá segir þú nei. Nei, það er því að þú segir alltaf nei þegar ég segir. Nei. Víst. Núna var það að segja að þú segir nei. Tvísa sér. Já. Það er ekki rétt sér. Ég bara segja þér fyrstu beginni, þá kem ég inn á, ég er aðeins fremur en þú. Þú nærð mér að því þú ert léttari ég. Þú nærð mér að þú ert léttari ég og ég gerir beint og það sem gerist í brautinni hérna sem þú getur séð. Hvernig getur verið innar og keyrt beint? Getur þú sagt mér það? Áfram heldur þú ekki áfram hér? Á hverju heldur þú ekki áfram hér? Ég fer hérna beint, sérðu hérna, ef ég kem út úr beinu hérna, fer hérna beint hérna. En á hverju þá allt í einu komið hingað? Það er inn á brautinni hérna, sérðu. Þá keyri ég beint hérna, þessa hérna línu, og þá lendir þú hérna inn á, og þá sérðu þú að þú ert að fara út af, þá hægjur að þér. Ég hægði ekki á mig, þú keyrði mig út af. Það var bara ekki flóknast, ég snertur bílinn. Þið verður að kíkja á myndandi, ljóta ég þetta á bílum. Sverrir Þór Sverrisson sem vann þessa keppni. Það er aðalatriði. Kemur trúður. En seinna atviki, þá gerði ég ekki á það. Nei, þú vannstu, fair and square. En það var ekki brjálað þá. Þú sagði ég var hundleiðilegur að þú komst í mark. Já, því að þá keyrður hans aftur. Og þú værir ekki að djóka. Nú, þá gerði ég ekki á það. Við sjáumst okkar. Það er ekki þakka kjærlega. Takk kjærlega, við komum aftur í góðu. Meistarar. Það gerir það. Bara inn í búinu að kyssast.
Nú eru Subway-staðirnir orðnir 12, fullir af fersku grænmeti, áleiki og nýbökuðu brauði. Komdu á næsta Subway-stað, við tökum vel á móti þér.